ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is. Jósera fullkomið hundafóður fyrir alla hunda. Í þessu þætti ætlum við að fjalla seinni hluta bíladaga sem framfóru dagana 14. til 17. júní. Á laugardaginn 16. júní var haldin götuspyrna og var landsleikur sýndur á skjá samtímis í félagsheimilinu. Þennan dag keyrðu það bil 40 keppendur brautina enda og var þetta eins og með driftið fyrsta þura spyrna sumarsins. Það var mögnuð stemming og allir í stuði. Eins og þið sjáðu þessu myndu þá var gríðarleg stemming og skemmtilegt. En þarna var nú farin smá sýningaferð áður en spyrnan hófst. Þetta þarna á undan á græna raminum Gæi Snappari eða Garðar. Og þarna Stefán Þór Jónsson hjá ferð á flugi. Þeir voru eitthvað með eitthvað smá sýningaferðir og þarna fóru þeir síðan saman aftur Stefán Þór Jónsson og Þórir Ingvason. Þeir eru mikli Scania kallar. Það var bara mjög gaman að horfa á þetta og þeir sjáu þarna augljóslega að óraslitaði bíllinn appelsínuguli dálítið kraftmeiri því að hann bara hóf sér fram á honum á leiðinni. Það var pínu flott. Fullt af hestöflu þarna á ferðinni. Og þarna nýinnfluttur dragster frá Ameríkuhrepp. Hann í eigu Harrys og pælið í þessu. Hann sló af en fór samt 5.69. Það svipað tíma á mótorhjólinn að fara, hröðustu mótorhjólinn. Þvílíkur kraftur í þessu bíl og voru gaman að sjá hann í sumar, gera meira. En við ætlum að byrja að renna hérna yfir F-hjólaflokkin. Þar var mikið stemming, fullt af hjólum og skemmtilegir ökuþórar. Í fyrsta seti endaði Guðmundur Kári Danielsson og í öðru seti Sveinn K.R. Jónsson. Mikið stemming. Þá fyrir við næst í flokk undir 800 kúbikum. Það var líka mikið stemming og mikið læti. Þar kom og sáu sigraði Rakel Þorgeirsdóttir og í öðru seti endaði Gunnlaugur Snær Jósefsson. Mikil barátta í þessum flokkum orðið. Þarna voru hjól, eða næsti flokku segi ég, þetta eru hjól yfir 800 kubík. Þar voru læti, þar voru menn algjörlega snar dýrvitlausir. Og endaði þar fyrstur Ragnar á Einarsson og í öðru seti var Davíð Þór Einarsson. Sjáu þarna þvílíkt að rífis upp á prjón bara við endamarkið. Þessi menn eru komnir á rúmlega 180 km hraða ef ég ekki að fara með rangt mál. Þá fyrir við næst í 6 sílindra flokk. Og þarna vorum við að sjá Tómas Karl Benediktsson og í vinstri braut var þarna Ólafur Unni Karlsson. Þarna í hægri braut Guðni Brynjar Guðnason og Ólafur Unni Karlsson í vinstri braut þarna. Og það voru úrslitin í þessu flokk. Guðni, hann sigraði. Hann þarna á rauðu bíl í hægri braut og Ólafur Unni Karlsson í vinstri, hann var í öðru seti. Það var mikil spenna í þessu flokk. Og þá skellum okkur næst í 8 sílindra standardflokk. Þar eiga allir bílar að vera standard og standard þýðir raunverulega ekkert breyttir. Þó svo að menn sé nú kannski oft búin að setja eitthvað smáttir í þá sem að hressir á aðeins til lífsins en sigurvegar í þessu flokk var Stefán Örn Steinþórsson og í öðru seti Guðjón Björn Ásmundsson. En Stefán Örn Steinþórsson hann á Dodge Start á meðan að Guðjón Björn Ásmundsson hann á þessum eða á Mercedes-Benz sem þarna í hægri braut. Þarna eru þeir saman. Stefán Örn Steinþórsson í vinstri braut og Guðjón Björn Ásmundsson í hægri. Smá munur á þeim. En hvort ekki mjög flotti bílar og voru að gera góða hluti. Þarna skellum við okkur í 8 sílindra plusflokk. Þar voru menn búnir að tjúna eins og græða að gera. Og þar voru menn eins og Trygglausa rakettur oft á tíðum út brautina. Þvílíkt gaman að horfa á þennan flokk. En úrslitin í þessu flokk voru svo hljóðandi að í fyrsta seti endaði Sigursteinn U. Sigursteinsson
Og í öðru seti var Davíð Þór Sævarsson sem var þarna í vinstri braut á rauðum Trans Am. Þarna í hægri braut Leonard Jóhannsson en það fóru headpækningar í bílum hjá honum þannig að hann varð að hætta keppni. Og þarna sjáum við fyrst og annars seti í hægri braut Davíð Þór Sævarsson á Trans Am og í vinstri braut Sigursteinn Sigursteinsson og sjáðu hvað eru hrikalega jafnir. Þetta ekki smá flott, báðir mjög kraftmikli bílar. Glæsilegt. Þá fórum við 4x4 flokk, en það eru bílar sem eru með drif á öllum hjólum. Og mjög gaman að horfa á þennan flokk. Það var allt frá því einmitt að vera 700-800 hestafla Mitsubishi bílar upp og niður í það að vera heimilis Skoda Octavia bílar, eins og þarna. Já, gaman að þessu. Það megi allir vera með, bara gaman að því. En sigurvegarinn í þessu flokk var Axel Indriði Einarsson og við öðru seti endaði Pétur Andreas Pétursson og eru þeir báðir á Mitsubishi Evo. Eitthvað örlítið búið að eiga við þá. Eitthvað örlítið bara. Þarna sjáum við nú ekkert svona alveg venjulegan bíl. Þetta er svona Mazda, þarna vinstri braut Mazda MP5 að ég held. Það er búið að tjúna hann alla til, menn reyna nú allt í þessu orðið, mjög gaman að því. Og þarna er einmitt sigurvegarinn Axel Indriði Einarsson í vinstri, þvílíkur hraði á honum. Og Magnús Breiðfjörð var þarna í hægri. Og þarna eru þau saman í sigurferðinni, Axel Indriði Einarsson í hægri braut og Pétur Andreas Pétursson í vinstri. Þá skellum við næst í jeppaflokkin. Alltaf nóg af bílum þar. Gaman að því. Og þarna má nú sjá mjög sérstakka bíl í hægri braut. Þetta er Honda CR-V með alls konar gotteri. Rétt tapaði þarna fyrir mörghundruð hestafla Dodge Ram. Mjög sérstakt að horfa á þessa Hondu keyra þarna alveg eins og rakettu. En úrslitin voru svo hljóðandi að í fyrsta seti endaði Hákon Heiðar Ragnarsson og í öðru seti var Björgvin Freyr Leifsson. Báðir á Dodge, það er rétt að sagt Jeep Cherokee SRT8 eins og já, þarna eru þeir báðir. Gríðarlega kraftmikli bílar svona úr verksmiðjunni. En einhverju munur þarna, ég þekki það nú reyndar ekki en Hákon allavega hafði betur. Ertu ekki ánægður með það? Bara, gæti ekki verið ánægður, sko. Ég bjóst aldrei við að ná þessu, sko. Þannig þetta var bara gaman, sko. Nú kemur þú hérna ár eftir ár Já. Og bíllinn er alltaf eins, eða skilur þú, hann er alltaf kraftmikill og þú vinnur alltaf. Hvað er að frétta? Akkur er þetta svona? Þetta er bara rétt tegund, kallið minn. Já. Það er bara málið. Já. Ef maður ekkur á hort, þá er maður bara ánægður, sko. Og þetta bara virkar. Fer aðeins yfir það með mér. Hvað er eiginlega í þessum bíl? Akkur er hann svona góður? Það er, sem sagt, komið í hann Stroker 5 lítra og Whirlpool keflablásari og síðan er ég með smá skot af nitro. Bara pínu, sko. Og hvað heldur að sé öflugur? Þetta er einhvers staðar 500, 600 hestafla eitthvað svoleiðis. Okay. Þetta bara skilar vel í guttuna og þannig, já, þetta er bara fínt. Hvernig fannst þér brautin í dag? Mér fannst brautin bara fín. Miðað við, sko, það er alltaf talað hann sé svo vond og bíllinn minn er ekki, ég held hann sé nú með þeir lægstu hérna og ég var aldrei í neinu vesinni. Nei? Það er bara, já, það bara gekk fínt, sko. Nú eru þeir að fara að breyta braut, eða þess að þeir að fara að gera brautinu frá einhverja mjög flotta braut. Heldur það verði ekki til þess að verði mikil vöxtur í þessu sporti? Ég vona það, þá fara menn að koma á einhverju tækjum sem að geta eitthvað og vilja ekki vera á bílaplani rauninni, sko. Þannig að miklu skemmtilega að fá alvöru grip og svoleiðis. Þótt að gripið sé fínt hér samt. Já. Ég er mjög ánægður með þetta. Fleiri fyrir þig til að vinna og fleiri til að tapa fyrir þér? Ætlum sjá til hvað gerist. Þetta var spennandi. Já. Ánægjulegt. Þetta er eitt sem tapaði fyrir þér, hann er gríðlega ánægður síðu. Hann tapar eiginlega alltaf. Já. Já. Er þetta eitthvað svona standard sem það er að uppfylla á hverju keppni? Nei, við hugsaum hvern annan ég og Tómas. Við erum hérna BMA-finnir. Já. Hvernig er bíllinn uppsettur í dag? Af hverju vannst í dag en ekki síðast? Núna er ég búinn að létta hann aðeins. Ég er komin á betri dekk, búinn að laga mappið. Ég er búinn að sprauta. Já. Það gerði gæfi mun, held ég. Rautt reis. Hvernig er að vinna á bílatöfum?
Það var mjög óvænt. Ok. Bjóst ekki við, ég skráði mig bara í gær. Og undirbúningur þá? Engin, ég er að keyra þetta hjóli fyrsta skipti núna. Ok. Er þetta kannski lykillinn? Já, Yamaha er lykillinn eins og margir segja í kringum mig. Aha. Já. Er þetta eitthvað sem ætlar að gera meira af, þú vannst í dag? Já, ég hef bara komið með nýtt hjól. Ok. Seldi hjólið mitt. Ég hef greinilega komið með Yamaha. Útgápaði Yamaha? Já. Nú ert þú farin að vinna bara hvað eftir annað. Hver er galdurinn eiginlega? Ég veit það ekki, það er bara æfa sig nú, keppa oft. Já, mæta æfingar og hafa gaman af. Er þetta hjól ekki svolítið flott líka það? Jú, það er helviti fínt, það virkar ágætlega. Já. Það er ekki hægt að kvarta við því. Nú ert þú komin að fara að keyra þannig tíma, það er jafnatíma að þú lítur að vera að fara að finna mun á brautaskilurðum. Hvernig á brautin í dag svona með að venjulega? Hún var allt í lagi svona fyrir hjólinn ef maður fór ekki í förin, fór út fyrir þau. Það var betra eiginlega að vera ekki í förunum eftir bílana. Okay. Aldrei hræddur? Nei, ég vildi ekki. Það er bara allt í botn. Hitt kemur bara seinna ef eitthvað skeður. Þetta er alveg mjög, já, þetta er svona orðlun, bara ég get ekki lýst þessu. Nei. Þetta er geggjað. Hefurðu keppt áður í þessu eða? Fyrsta skipti. Fyrsta skipti. Og nýbúin að kaupa hennar bíl á það? Nei, ég er reyndar búin að eiga þennan síðan 2015 held ég. Já, ok. Og fyrsta skipti sem ég er að bara pröfa nafnilega. Eitthvað sem þú ert búin að gera við hann þá eða? Alveg heilan helling. Alveg heilan helling, já. Það er svona virkar þetta svona? Já. Já. Þetta er væntanlega eitthvað sem þú ætlar að gera meira, viðst að þetta tókst svona vel í dag? Já, þetta er bara byrjunin. Já. Þetta er bara byrjunin. Þessi bílum verður að vera að mæta oftar. Er þetta bara orðið vanið að vinna alltaf þegar þú tekur þátt? Í raun, sko, ef ég vakna réttu megin á morgnana. Hvað segirðu? Ef ég vakna réttu megin á morgnana. Já. Bíllinn virðist vera mjög vel uppsettur. Hvað er það sem þú ert búin að gera það? Það er bara 5-7 heimivél með hittanás og hægstálkonverter. Það er svona atriðið í honum. Og svo bara ekkert mikið. Já. Ekki það að þú setja eitthvað góður í seldur, eða? Nei. Nei. So get out there and do what you're made for. Hjá okkur er málið einfalt. Framtíðin er ljós. Engin kopar, bara ljósleiðari. Tengir HR. Fjarskiptafélagi eigu heimamanna. Við tengjum þig við nútímann. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is. Jósera er fullkomið hundafóður fyrir alla hunda.